meistari hjá ykkur, Guðna og þú heitir? Ég heiti Edda Björk. Edda Björk. Já. Og ert að keppa í kappakstri? Já, ég keppi í rallycrossi og er á 3. ári núna. Og það er eitthvað sem ég held að flestum langi til að gera. Er það ekki? Jú. Hvernig er það, nú er það að gera upp þennan bíl og gera hann kláran fyrir næstu keppni? Já. Það fór smá byltu þarna síðustu keppni. Þannig að það þurfti aðeins að taka til hendinni og setja nýja parta og framrúðu og svona. Þannig að það er bara að gera klárt fyrir næstu helgi. Það er næsta keppni á Akureyri, 13. júlí. 11. júlí. 11. júlí. Og þannig að það er bara mjög spennandi. Og taka það alveg í gegn, er það ekki? Jú. Það var að mæta með stæl. Já. Hvernig gengur svona keppni fyrir sig? Sko við mætum yfirleitt klukkan 7:30, þá opnar pitturinn. Förum í skoðun, þar sem að fara í gegnum hvort allt sé ekki í lagi. Bíllinn sem sagt? Já, bíllinn, já. Og svo er kubbarhingur sem að kíkir á hvort að tímakubbubúnaðurinn sé í lagi. Hvað er það? Það er bara svona kubbu sem er hérna í húddinu. Já. Og hver skipti sem hann fer yfir rafslínuna, þá telur hann sko. Sekundu telur hann hvað hann lengi að fara að hringja sko. Þannig er mæling? Þannig er mælingin gerð sko, sérstaklega á tímatökunni sko. Og svo er tekinn tímatökuhringur sko morguninn. Og reynir að keyra hann eins hratt og getur. Og þá færðu rástað, farðu vel yfir rástað í hvaða röð. Þá er þetta svipað og er í formúlunum? Já, þetta er bara sama system sko. Þannig að ef þú ert efstur í tímatöku, þá færðu fyrstur að velja hvað þú ræsir sko. Og náttúrulega misjafnt hvað er best að ræsa, hvaða línu er best að taka sko. Gott að fá þetta inn. Já. Þetta svona segir manni svo margt. Já, og Já, því ég er náttúrulega algjör rætt í þessum hlutu ekki. En hvað ertu stödd í keppninni svona yfir höfuð? Sko ég hef verið í svolítið miklu brasi núna, búin að velta 3 svar á þessu tímabili. Ég er ekkert stödd eitthvað hátt uppi sko, en... Stefnum upp á því? Já. En það er svolítið skrítið fyrir mig, þegar ég er búin að vera að lesa þig. Já. Og þú ert ekki óþekkt sko. Nei. Það er mikið verið að minnast á þig og þú ert greinilega að gera góða hluti. Hvernig keppandi er hún? Hún er mjög aggressív. Aggressív? Já, hún er mjög þrjósk í brautinni sko, það er ekkert gefið eftir sko. Ertu á líku pappaðinum? Líku pappaðinum eða vönnum? Já, það er spurning. Hvaðan hún fær þetta sko? Bílarnir koma í báðar ættirnar. Já. Mamma er náttúrulega pappi hennar og afi. Já. Hann er náttúrulega bílagall. Mikið djöðkall. Svo var sér talanir. Já, svona gengur þetta fyrir sig. Já. Hvernig er svo eftir á þegar keppni er lokið þá hljótið að gera eitthvað sniðugt? Þá brunum við oftast bara í Herjólf. Já, eftir velunarhandingu. Það er haldið velunarhandingu bara strax eftir keppnina sko. Þannig að keppnin fer fram að hún byrjar svona 11-leytið og það eru keppt 3 hít og svo 1 til úrslita. Þannig að svo safnar stigum í hverju híti, hvar þú endar. Svo er endurraðað fyrir úrslitahítinu úr þessum A eða B riðlum eftir hvað margir að keppa. Og þá ráðast úrslitin. Kannski ljótt að mér að spyrja, en hefur þú fengið velun? Nei, aldrei. En það kemur? Já. Ég er ekkert að eldast við það, mér finnst það bara gaman. Já. Mikið að vinum og sem eignast í þessu sporti. Já, þið brunir svo bara beint úr keppni? Já, hún er svona yfirleitt búin 5-leytið eða eitthvað svoleiðis. Allt gengur vel upp og ekki mikið að veltum í keppninu og litla tafir. Ert þú alveg búin að vera það? Já, þá er maður orðinn svolítið þreyttur, sko. Á sál og líkama? Já. Búin að velta og... Já. Og hvað gerur þá þegar þú kemur heim? Biður þú pappa að laga bílinn? Nei, það er oftast bara lagt honum einhvert og svo... Já, svo bara beðið eftir keppni og það dusta af þessu svona... Herru, nú erum líka hérna og erum að spá í bílinn sem er svona meir og minna krampuleraður. Já. Ekki bónaður í keppni, en lagaður. Já. Hann var voða fínn fyrir fyrstu keppnina, nýsbrautaður og góður sko. Ég sá hann þá. Já. En hvað er, til dæmis, nú fer hún í bílinn, er hún tryggð? Já, hún er tryggð og hún er vel varin inn í bílinn sko. Það er búið að smíða inn í þetta ógurlegt veltibúr samkvæmt öllum stöðlum sko. Og hún er í 5-punkta belti og í keppnisstól. Þannig að og með harnesbúnað fyrir hálsinn til að verja hann.
fá ekki högg á hálsinn. Þannig að hérna, það allir öryggisbúnaðir alveg upp á 10 í þessu sko. Hún getur lítið sem ekki treyft sig þessi. Nei, hún rétt svo næri stýrið og pedalana og búið sko. Já. Og ef eitthvað kemur upp á eins og í brautinni og veltir eða eitthvað sko, þá starfsliðið komið alveg 0-1 að aðstofana sko. Þannig að bílnum snúið við. Bílnum snúið við, henni komið bara út úr og hún fer bara í skoðun og svoleiðis sko. Og ákveðið svo hvort að bíllinn má keppa áfram eða ekki sko. Því að ef hann fær högg á veltibúrið sjálft og það skemmist eitthvað svoleiðis, þá má hann ekki halda áfram sko. Já, það bara dæmt á staðnum. Já, það bara dæmt á staðnum sko. Og hvernig var það síðast? Það slapp allt til sko. Þetta var bara svona rúllaði berð. Það fekk mestu höggin hérna framan á bílinn og hérna búrið var ekki sjálfur sem mestu hættunni þá sko. Hún fekk ekki að keppa áfram? Jú, Þetta var síðasta keppnin. Þetta var síðasta hitt. Já, sem að verri veltan var sko. En fyrri veltan, það voru nú bara velt við og bara haldið áfram sko. Og bara keyrt inn í pitt. Já. Já. Þannig að þetta er frábært maður. Er þeirra sem að kringum bílinn svona? Já, það sko, þessi bílar þessi flokkur sem hún keppir í sko unglingaflokkur og hérna, og það eru 14 ára krakkar og upp í 17 ára sem að keppa í þeim flokk og þeir eru allir á eins bílum. Það er að segja að hann má vera 1000 kúbík vélnýjónstærð, 75 hestöfl, þannig að hérna, þetta er svona þannig sem slow race, þeir eru ekki að fara mjög hratt á brautinni en kappið er mikið og mikið þegar er komnir, hvað er þið mest, 10 bílar í brautinni? Já. Þannig að þá getur svona mikið verið hasar. Já. Þannig að þetta verður voða spennandi sko þegar allt er komið í gang sko. Þetta er skemmtilegt. Já. Væri ekki bara snildi kemur með í næstu? Jú, það er alveg velkomið sko að upplifa þetta fyrir bara sjálfur. Vera með okkur í pittinum og sjá hvernig það gerist. Við skoðum málið. Já. Takk fyrir þetta. Takk.